Ok, hæ besties. Hæ, besties. Eru þið ekki hress? Þau eru svo hress. Það Ég ekki? finna á mér. Ég Ég líka. finna á mér Já. að þið hafa það gott og Góðu dagur. þið eru að og- njóta. Já, Já, alltaf gaman á miðvikudögum. miðvikudagur er bestir. Elsku miðvikudag. En þetta er líka ógeðslega skemmtilega miðvikudagur hjá Mjög okkur. skemmtileg miðvikudagur. Sko, við erum að taka upp geðskemmtilegan þátt og fá mjög góðan gest. Og svo beint eftir þátt ætlum við að fara að fá okkur kaffibolla. Og á the sidelines ætlum við að vera með ballerina brownie. Við ætlum bara að fá bara súkkulaði í æð. Nei, það er Takk. ándjóks. Þetta er svo gott. Mhm. Ég alveg degi, sko. Já. Ég elska smá svona súkkulaði. Þetta er bara súkkulaði. Já, svona brownie, bara dögt svona súkkulaði vibes. Bara, svo gott með kaffibóllanum. Svo gott. Love it so much. Það má taka smá tölvuvinnu eftir þetta. Aðeins að fara við hlutina með góðum bolla og ennþá betra keksi. Bara farið og nælið ykkur í þetta. Já, please. Já. Þú veist, You gotta try it. Bara fyrir útileguna, bílrúndin, þú veist, allt. Take it with you guys. Mér finnst þetta að vera svona must þegar í road trip, sko. Og upp í bústað. Já. Þetta er ógeðslega mikið svona bústar, þú veist, það maður er svona, þú veist, er bara eitthvað svona hlaupum, Stússast að grípa sér þrjú Já. keks, eitthvað Já. svona með munnunum. Svo eitt. Já, Svo gott. með bollanum. Best. Æðislegt. Þannig að þú veist, ekki gleyma að njóta og ekki gleyma að fá okkur ballerína. Það er eiginlega bara Alls svona ekki. must. En við erum að fá skemmtilegan gest í dag. Já, svo spennandi. Ég elska að tala við svona skemmtilegar og flottar konur. Já, maður verður svo inspired Já. og það er ótrúlegt. Maður gæti einmitt hlustað á bara, sko, eitthvað sem er svo langt í burtu frá manns eigins field. Þú veist, ég veit að við erum bara marketing girlies, en það er svo gaman að tala við fólk bara í ykkur allt öðru, að því að maður verður svo inspired. Algjörlega. Maður verður bara svo inspired að þú veist, það er alltaf að gera sitt og þeir sem eru að gera gott í sínu eru að gera svo gott. Já, og bara, doing amazing og bara svo gaman að sjá eitthvað brenna fyrir ykkur líka. Ég er sammála. Og bara, maður er bara svo stoltur. Já, svo sammála. Sérstaklega þetta er svona íslenskar konur í sínu eigin eitthvað. Ég er bara Já. svona, þetta er svo skemmt. Íslenskt merki. Já. Þú veist, þetta er ángriðs, það er svo gaman og maður við hefum getað, þú veist, bara, við gætum örugglega bara sitja og spjalla við hana í 4-5 klukkutíma, sko. Við nánast voru það. Já, bara, þú veist, bara maður gæti bara en okkur finnst líka gaman að gefa ykkur tækifæri og hlusta á svona flotta konur og verða sjálf mótiveituð og bara svona, já, að heyra þetta. Heyra þetta allt. Heyra allar söguna. Já. Svo spennandi. En ekki bara bjóða hana velkomna? Jú, þá bjóða hana velkomna Helgu Sigrún. Helga Sigrún. Og hinga hún mætt, Helga Sigrún, velkomin í teboði. Velkomin. Herru, gaman að sjá þig. Sem leiðis. Sko, við náttúrulega vorum alla saman í MS. Já, það er það sem að gleymist. byrjar allt saman. Það rætist alveg úr þessu fólki úr MS. Það er gott fólk sem kemur á MS. það er Það er alveg já. fólk dæmir alveg smá MS, sko, svo sjá okkur hérna. Er ennþá sama svona við að dæma stereotýpa. Ég held Já, það. ég held Svona skinkurnar það. og nakkarnir, sko. Ég fór daginn í hátíðisli með bás að selja. Oh my God. Það var æðislegt. Var það ekki skrítið? Smá skrítið. Já. Og vera bara eitthvað mælt í matseluna nýja stóra. Já, vitið. niðri þarna. Niðri. Pínu kaldur. Ekki Já. næs og Heitir ennþá Katholt, eða? Katholt er ekki lengur. Heitir það ekki Vá, hvað það er leiðilegt. Já, ömurlegt. Það er nú getað haldið í nafni. Já, ég er það sammála því. Já. Já, leðilegt. Já. En það var yndislegt fólk hana. Já. Alla skinkunum mína mættar, bara loved it. Elska skinkur. Elska það er skinkur. besta. Elska skinka. Já. Já. Fellow skinkur er þarna. Fellow skinkur. Það er langt best að vera skika. Já, sammála því. Það er Já. bara úkslega gaman og bara, we're only just girls. Já, Come on, sko. so proud of Án it. gríns. Bara hafa gaman að þessu. En já, þú ert úr MS. Ég er úr MS. Hvað varstu á náttúrubraut þar? Já, ég var á eðlisfræðabraut. Já. Makes sense. Já, ég var í þriði og fjóraða X. Já. Pínur svona eitthvað, já, ég og Gulla besta vinkur mín fórum á eðlisfræðabrautina og smá svona, já, var áhugavert, en vorum alveg í S-un okkar, sko. Já, ok. Já. Þú voru Þetta- alveg skemmt ykkur í Já, það var bara mjög fínt. geðvikt. En ég vissulega elskaði fyrstu 2 ára þar sem að maður var, þú veist, Í öllu bara. í Já. öllu, Já. nein, já. En það er náttúrulega, er ekki lengur bekkikerfi hjá MS. Nei, þetta er ræðilegt. Og eðlisfræðabrautina held ég bara góðanur, sko. Ha? Ég held það, já. Damn. my God. Ekki, don't take my words for it, Já. samt, það getur verið í sjöfabilla. Já. En Það, þú veist, er það ekki náttúrufræði og svo ferðu eðlisfræði?
þú veist. Já, Síðar. líffræði eða eðlisfræði já. var allavega þannig í bekkjakerfinu. Einmitt. En það bara meika ógst mikið sens að mér sé kennari sem að hvatti okkur til að fara á eðlisfræðibundina. Og því þá tekur meiri starffræði og meiri svona efnafræði og eitthvað. Ég er mjög fegin, ég fór ekki líffræðibraut. Ég sem sagt tók líffræði með mér sem fall í menntaskóla. Oh my god. Já, það mátti taka með sér 1 falláfanga. Að það? Já. Ég vissi það ekki. Já, ég mætti í prófið og skrifaði nafnið mitt og ég var bara eitthvað, þú veist, Vá. já. Ég Hvað hafði er það ekki verið mig. Já. Já. Nú vil ég Góð vita starffræði og eðlisfræði, þannig að ég var á rétt stað. Já, Já. geggjað. Það blessaðist alls saman. Já. Já. Hvað gerður þau svo eftir MS? Ég fór beint í efnaverkfræði, bachelor í efnaverkfræði með gullu. Vá. Hvar? Hái. Hái, já. Það var pínu svona eitthvað, það var bara eitthvað út í lofti, sko. Já. Ég ætlaði að fara í reisu og bara eitthvað svona taka mig pásu og mamma var bara eitthvað, ok, hvað tristur þá til að borga leigu? Og ég bara eitthvað, leigu? Hvað meina? Já. Ég verið að borga leigu. Hvað meinar þau? Bara eitthvað, ég ætlaði bara eitthvað að ferðast, bara eitthvað að hafa gaman. mamma. Bara að hafa gaman í 1 ár og hún var bara eitthvað, ok, annarkvæmt ferði í háskóla og bara heldur áfram með námið eða þá þú borgar bara leigu eins og vinnandi fólk. Og ég bara, Wow, proud of your mom. Já, án gríns. Honestly, sko. já, nákvæmlega. Ég er bara mjög ánægð með það því að umsóknarfrestur var að renna út sko miðnætti sama dag og ég bara Vá. eitthvað, fuck, ég er ekkert búin að pæla í þessu. Ég veit ekkert hvað mér langar að gera og ég bara eitthvað, ok, þú sé góð í starffræði, efnafræði, eðlisfræði, svona mitt þeng og ég hafði aldrei heyrt talað um efnaverkfræður og ég bara eitthvað sá það inn á, þú veist þannig, hvað er þetta, námskráni eða Já, eitthvað já. hjá Hái og ég bara eitthvað, já, ég sækja bara prófa. Bara svona eitthvað til að Já, bara róa mig, Já, þau þurfi ekki að borga leigu. Einmitt, já. Til að þurfi ekki að borga leigu og svo var ég bara Já. eitthvað, herri þetta er geðveikt og bara var ég í esnu mínu og kláraði þetta. Vá, Vel gert. geggjað. Já, þetta var Vissirðu mjög þá, þú veist, kannski ekki, en þú veist, vissirðu þá eitthvað svona að þú hafðir áhuga eitthvað á, Snirtu verið já, Sko, ekki kannski þegar ég er að byrja. Ég byrja í námið 2017. Þannig að hausti 2017 var það kannski ekki alveg búið að svona tikka inn, svona myndi make a sense einhvern veginn. En 2018, þegar ég er, þú veist, á seinni önnunum minni í efnaverkfræði og að byrja annað ára mitt, þá var ég farin að, þú veist, setja eitthvað svona í story og tala um húðun á mér og eitthvað því ég var með svo ógeðslega mikið akné, bara mjög slæmt akné í mörg ár og bara hafði verið með frá því að ég var, þú veist, 12-13 ára eða eitthvað. Og bara pælt mikið í snirturum, gæti ekki nota einhvern veginn hvað sem er. Þú varst að reviewa hluti eða Alls ekki? konar. Já. já. Maður man var eftir þessu. Ég man alveg- ógeðslega eftir Já. þessu og það var ógeðslega gaman, þú veist, að því að alltaf, þú veist, Þú kunnir að lesa einhver innhaldefni Já. sem maður kann ekki, skilur, maður er bara einhver, þú veist, já, þetta er geimverska fyrir manni sjálfum, Já. skilur. Já, en það ásamt líka að vera þannig. Já. Það er eina af þessum svona þróunum þar sem að maður er smá svona, þetta er pínu einhvern veginn vant með farið þegar að þegar er einhvern veginn farin að koma svona ábyrgð yfir á neytandan sjálfan að kunna einhvern veginn að lesa Já. innihaldsefni eða kunna eitthvað smá svona efnafræði Já. til að skilja hvað það er að nota í stað sem þau getur bara einhvern veginn dreist Já. Einmitt. að, þú veist, vörumerkin og vörurnar sé að gera það sem er eiga að gera. Þú veist, þú átt ekki að þurfa að Nei, mér finnst það að lesa, byrja mjög mikið af mér ef ég er að fara að læra allt í efnafræði. En þetta er bara eitthvað sem maður hefði átt að taka í menntaskóla til að geta að lesa alltaf ná þetta. Þetta er það sem ég er að segja. Þú veist, efnafræðin, it's for the girls. Já. Og svona ángríns, að því að þú getur notað efnafræði hvað sem er. Þú veist, þú getur búið til ís. Ef þú kannt. Ég notaði mjög miklu við hérna Já. notum Ángríns, bara Efnafræðina. í matvælaframleiðslu, Já. í, þú veist, snirtivörum, í, þú veist, fataðinaðinum, þú veist, textíl. Það bara er alls konar, það er allt hægt að gera með þetta. Einmitt. Og það er eitt af því sem að ég svona hefur reynt líka að tala einhvern veginn og það er svona að ég veit ekki, þú ert með eitthvað svona áhugamáli þú veist make-up og þú veist hár og þú ert pínu svona þú veist þess að ég bara eitthvað að skinka og bara alltaf með blowout og ljóst hár og einhvern veginn að það voru svona þá voru einhvern veginn kannski með eitthvað svona ímyndum að þú veist þú getur ekki verið vísindamaður eða Já, fara út í já. eitthvað svona raunvísindadæmi einhvern veginn maður einhvern veginn trú ekki að maður hafi keypt þetta einhvern veginn, þessum narratífu og tímabili Já. að því að the magic for me var bara að átta mig á að já, ok, þú veist, ég get bara actually blanda þessu saman Já. þú veist, bara þessi partur af mér sem er bara nörd og elskar að lesa rannsóknir og elskar efnafræði og starffræði og eitthvað að það nýtist mér bara í nákvæmlega það sem ég hef áhuga Já, og ég þarf nákvæmlega. ekki einhvern veginn að aðskilja það tvennt, Nei. þetta má bara coexista Akkurat. og er bara geðveikt Já. og geðslega gaman
Ok, nú þessu öðru árið þegar þú fattaði svona, já, kannski. Já, svona fyrsta árið, svona seinni hlutan af ég byrjaði að safna svona timelapse-vídeóinu mínum 2017. Já. Það var alveg, já, endaði að vera svona eitthvað þema. En þykir ekki vænt það í dag? Geðveikt, náttúrulega þegar ég útskrifaðist með masterinn og fekk styrkin frá Tækniþróunarsjóði til að halda áfram með rannsóknum mína, masterrannsóknum mína, að þá klippti ég saman öll vídeóin. Þá erum við búin að, þú veist, iPhone flokkar svona eitthvað timelapse-vídeó. Það bara klippti ég svona, þetta er svona 50-60 timelapse-vídeó, það getur eftir ímynda eitthvað storage, og já, vinnuna og storage space sem þetta tekur. Já, guð. En ég ger þetta margir klukkutíma. Já, af því þannig að kollapsar þetta, þú veist, þú er kannski bara með 5 klukkutíma í, þú veist, 15 sekundar vídeóni. Einmitt. Já, þannig að ég svona safnaði, ég var með eitthvað svona vision, og ég var eitthvað svona, er kannski ekki alveg búin að fullmóta það en vissi þetta væri eitthvað sem ég langaði að gera. Og svo bara meikaði það óslega mikið sens þegar ég fyrir einhvern veginn að tala snyrtivörur, efnafræði snyrtivara og snyrtivörur og húðuna mína og bara hvernig gengi og hvað var að virka fyrir mig og eitthvað og líka bara reyna að að ég veit ekki, spara fólki spórin, svona fólk sem hefur kannski ekki eitthvað svona efnafræði bakgrunn. Já, þá bara meikaði bara svona náttúrulega afleiðingu einhvern veginn að bara gera mitt eigið. Og það var rauninni fólki sem var að followa mig sem var að segja að gera mín eiginu vörur og ég bara eitthvað, ok. Já, geðveikt. Það bara make ekki sens. Já. Bara eitthvað, ok. Já, bara prófa þetta, okkur ekki. einmitt. Fyrir ykkur sem ekki vitur að hlusta á hann timelapse, hún Helgi sem var mjög duglega á tímapunkti, og sérstaklega þú varst í skólanum, þú veist, þú var svo mikið að læra, þú veist, að gera svona timelapse myndbönd af henni bara literally setja á borðið og læra mörgum klukkutímum saman, bara svona ykkur hefur ekki séð þetta eitthvað þannig, þetta er samt alveg rétt, þú veist, þetta er svo ótrúlegt, bara eins og þegar maður sér fólk þrífa, maður verður bara mótiveitaður, ángríns, og þetta er eitt og svona þannig myndböndu líka, þú veist, þetta er low effort vídeo til þess að taka, en þetta skilar samt helling. Skilar ógeðslega miklu. Þú ert ekkert í símanum? Svo er það. Nákvæmlega, þetta varði líka eitthvað svona smá, eitthvað svona trend, þú veist, þú voru ógeðslega mikið af stelpum á tímabili farnar eitthvað svona taka timelapse-vídeó af sér í skólanum eitthvað, samkvæmt þú verði fyrst að læra lyfjafræði, hjúkrunarfræði, eins og var ég ekki flugvirkjanámi eða flugmannanámi, ég mannaði ekki alveg, sem lappaði upp á mér á taxfree í Hagkaup, bara fyrir, ég stóð vaktina, þannig að ég hafa básnum mínum, og sagði bara eitthvað, sorry, ég verð að fá að segja við þig, bara, þú veist bara besta study motivation ever með þessi timelapse-vídeó og ég fór að taka myndbönd af mér og þetta er bara besta leið í heimi til þess að vera ekki í símanum og bara embæta sér að því sem er að gera og ég var bara svona, þetta er eitthvað svo fyndið, eitthvað svona þegar að vera áþreifanlegt en já, þetta virkar ógeðslega vel. Ég gerir það ennþá stundum í dag þegar ég er eitthvað svona að pakka eða... En sagður bara alveg ekki tengt efninu, segjast það sem gigabætin á einhverju 6 klukkutíma vídeói? Já, þetta er alveg huge dæmi, sko. Ok, vissi það ekki. Ok. Gott að vita bara ég er timelapse, takk. Já, en ég er með þetta núna í möppum í tölvunni minni. Já. Af því að það, sorry. Bara því að ég hugsa núna, þetta er bara svona hlut af sögunni, og það var svo fucking satisfying að einhvern veginn klára og bara klippa eitt myndböndi saman og sjá það bara svona svart og hvítu bara, I've worked for this shit. Ángríns. Bara síðan 2017, bara hérna er ég bara með eitthvað vision, bara eitthvað ég ætla einn daginn að klippa saman þetta vídeo og þetta hljómar ógeðslega fáranlega. Nei, þetta hljóma svo motivating. Að það sé einhvern veginn svona hvati að klippa, loka vídeóið, skiljið af timelapsum, en það var það samt. Ég skil það það svo vel. Þetta er svona ljós í eitthvað myrkri þar sem að þú ert bara eitthvað, ok, daginn. Já, líka bara úr námi yfir í bara fyrirtæki. Já, og ég timelapsaði náttúrulega, hef timelapsað líka bara mikið allt ferlið með fyrirtækið og bara þegar ég var í, þú veist, vöruþróun og allt þetta. Það var, já, þetta er geðveikt. Love it. Mæli með. En þannig að þú klárar HÍ, ertu þá eitthvað að byrja fikta í að þú veist, byrja þitt eigið? Já, það kom í rauninni 2021, svona undir lokinu náminu mínu. Ok. Rétt áður en ég útskrifast rafnaverkfræðinni, þá fæ ég DM á Instagram frá gaur sem er meðandi með núna og hann hafði þá verið að vinna með Anni og Katrínu með hann að heyrnartólinu og eitthvað
og sagði mér bara eitthvað, væri til ég að mögulega búið til skincare fyrirtæki, þá hafði ég sérst svarað svona spurningaboksi á Instagram í story 6 vikum áður eða eitthvað, þar sem að ég var farin að envision þetta og ég var að byrja að búa til, ég var sérst búin að stofna hana fyrirtæki og var að fara komið, ég ætlaði að flytja inn kóreska vörur og vera með netverslun og svona skincare basically var búin að prógrama svona questionnaire, þannig ég gæti búið til rútínu fyrir fólk. Það er cute. Og svo kemur þetta einhvern veginn inn á borðið að búið til mitt eigið, að þá ákvað ég að droppa því. Bara á mér þess að lénið og ennþá í dag og þú veist, ég á ennþá kennitöluna og það er kennitalan sem á, þú veist, fyrirtæki mitt. En þá segir einhver stelpa sem spyrir mig eitthvað, hvar sérðu þið fyrir þér eftir 5 ár? Og ég segi eitthvað, eftir 5 ár minn ég eitthvað stærsta snyrtivörufyrirtæki á Íslandi og ég var bara eitthvað, ég veit ekki af hverju ég sagði þetta, smá bold Manifesta. 2021 já. Og 6 vikur seinna og sendir Gísli með DM bara eitthvað, hæ, þú veist, væri til að koma á fund og bara skoða hvort þú getur búið til eitthvað saman og svo bara gerðist það. Það voru þá 3,5 ár sem að við vorum, þú veist, bara í vöruþróun og að sitja þetta á laginnar ára en að við komum út með sólvöruna. Damn. En tókst sér og fórst í master líka í millitíðinni? Þannig að ég er í fullu mastersnámi og vöruþróun á sama tíma. En kannski nýtt mastersnámi í, þú veist, að læra fyrir? Já. Ég sko sóttu í mastersnám sko í New York, London, Köpen, þú veist, í Cosmetics Engineering, Cosmetic Science, Cosmetic Chemistry og svo sótti ég bara í hagnýta efnafræði sem er meira svona almenn efnafræði í Kaupmannahöfn og hitt var bara eitthvað, þú veist, þú ert að borga 9 milljónir eitthvað hérna ég var bara eitthvað og ekki bara fara frekar í bara meira broad efnafræði einhvern veginn og frekar bara fara inn í námið einhvern veginn með ákveðna linsu þú veist að því að þetta tengist allt saman þeir eiginlega bara eftir hvað vil fá út úr því þú veist, þú getur mætt í tíma og vera bara eitthvað, heyrðu, hvernig get ég, þú veist, farið í matvælaframleiðslu út frá, þú veist, þessum svona almennum efnafræði tíma og lært eitthvað allt annað og tekið eitthvað allt annað úr tímanum heldur en ég. Já, nákvæmlega. Þannig að svo var þetta líka bara ég að, þú veist, að læra úrslega mikið heima, bara í styrktarefnafræði. Ég er náttúrulega smá klikuð, bara verð svona, fæ svona þráhyggju kent svona dæmi sem ég verð bara obsessed að því að vita allt. Skilja, bara vita allt einhvern veginn styrktarefnafræðina. Þannig að, já, það var, ég nýtti námið í það og náttúrulega mastersamsóknin mín var sólarvarnir sem ég fekk síðan styrk fyrir hérna hjá Tækniþróunarsjóð til þess að halda áfram. Þannig að ég bjó sko í Köpen þangað til í febrúar að mars í fyrra. Það er bara aðeins meira en ári sín flutti heim. Já. Og já, ég var að vinna sérst í ár við þessa rannsókn eftir að ég útskrifast. Ok. Yep. Damn. Það er rosalegt. Þannig að þetta er búið að taka alveg sinn tíma, en þú varst 3 ára hann að vöruþróa. Já. 3,5 ár. Og þú veist, hvað þýðir að vera í vöruþróun? Hvað það gerast? Þú bara að pröfa eitthvað formúlur? Já, það er maður í rauninni bara, það er svo ógeðslega margt sem fer inn í þetta og sérstaklega með sólavarnir. Ég er svona skil núna akkur að það hefði ekki gert sólavarn á Íslandi. Þú veist, þetta er alveg hektik dæmi, þetta er alveg ógeðslegt. Ég hef ekki nefnda mér það sem mikið vesen. Já, þú veist að þetta er ekki eins og búið til rakakremi eitthvað skilur. Það er bara easy peasy og öll vöruþróun núna er bara eitthvað fun. Ég er svo easy, ekki bara gaman. Og því að sólavarnir þá er það að fara í gegnum skilur SPF-prófanir, UFA-prófanir, þú veist, phototoxicity prófanir, hvernig það bregst við í sólinni. Vatnsþol, þú veist, vatnsþol, hversu water resistant hún er. Og það er bara heavy kostnaðarsamt dæmi. Svona eftir að higgja hefur verið betra að byrja á einhver andra vöru. Já, en þú veist, það var svona wow, þegar komur íslenska, fyrsta íslenska sólavörnin, það alveg grípur. Já, ég held þannig bara líka. Það gerir það klálega, sko. En já, það er bara, þú veist, svo er líka bara að finna framleiðanda og komið eitthvað svona base formúlu og svo þarf náttúrulega alltaf að þú veist, tweaka eitthvað til formúluna, þú veist, eftir hvernig prófanina kom út, þú veist, það bara nærðu water resistance testinginu, nei, ok, þá þarf að, laga þetta eða laga hitt. Já. Það er eitthvað svona sem að apprúvar þetta.
Já, þá þarf Já. að vera í rauninni þriðja aðili, rannsóknarstofa, og bara í alls konar svona vottanir sem að þarf að vera með. Já. Og sérstaklega því að við þurfum að fara í gegnum FDA, því við náttúrulega launchum í Bandaríkjunum. Já. Já. Það sem stelpurnar voru með svona sinn stærsta fylgjendahóp og eru ennþá. Þær eru náttúrulega bara ekki inn í dótturskinni lengur. Fóru út þarna bara í byrjun 2005. Og þá ákvað ég að flytja til Íslands og vera bara eitthvað fókusum á íslenska markaðinn. Já. Þannig að ég í rauninni var að fá memory í gær á Facebook. Það sem ég var bara eitthvað, það sem ég hafði verið í lyfju í 6 vikur eða eitthvað og það var uppselt þess fyrsta framleiðslulóta mín af sólaverðinni og ég var bara eitthvað, fljótt einhvern veginn að líða en samt svo stutti tími. Já. Bara 1 ár. Já. Það er crazy. Það flýgur sko, tími flýgur núna en ég er óslega forvitin, þú veist, hvernig líka bara þetta fer alltaf stað og eitthvað svona og það er með þessi Gísli, er hann þá, þú segir hann sem meðeigandi, er hann þá bara, þú veist hann var í rauninni þú veist, sko, fyrst þá í rauninni er hann bara, eru það í rauninni við 2 sem erum að koma svo laginnar, bæði bara í, þú veist, í samskiptum við, þú veist, rannsóknarstofu, þú veist, alls konar hanna umbúðir, bara, þú veist, að vera í svona einhverjum samskiptum. Er hann eitthvað inn í þessum gera? Hann hefur verið í svona nýsköpunarbransunum, já. Já, en ekki, þú veist, endilega kannski snirtivörum eða, nei. En já, þannig að hann kemur því svolítið svona bara á laginnar með mér og svo núna er hann meira í svona ráðgjaf hlutverki. Já. Og mamma hans komin inn í þetta líka. Hún er geggjuð, hún er Sigrún. Geðveikt. Ok, þannig að við erum í rauninni 3, en bara 2 sem erum svona í daglegu amstri, skilji. Ok, geggja. En svo, einmitt, var það Katrín, þú erum búin að nefna nokkuð sem að Katrín Tanja og Animist, þær eru sér með þér þegar þetta byrjar. Já, þær eru með mér frá 2001, þá getur við launchum í júlí 2004 og svo fara þær út í rauninu 1. janúar 2005. Já, voru þær þá, þú veist, andlitið, þetta heitir náttúrulega dóttir skinn, þú veist, þannig að það var svona upprunalega hugsunin, já. Og svo bara breyttist það og bara breyttist áherslunar og var þetta bara svona, ok. Ég vil halda áfram með þetta, bara, þetta er bara draumurinn minn. Já. Þannig að ég var bara að taka huge risk og ég hugsaði mig fyrst bara hvernig í anskotunum á ég að fara að því að selja. Þú veist, þarna átti ég 4.000 sólavarnir inn á lagar sem ég er búin að láta framlega og búin að selja 1.000 eitthvað. Og ég er bara eitthvað, hvernig í ósköpunum bara á ég að gera þetta. Við tala byrjun árs 2005 þegar þær fara út og það var alltaf bara huge risk fyrir mig að ákveða að halda áfram og vera bara eitthvað, nei, þú veist, ég ætla bara að halda áfram, fara til Íslands, klára allt í Evrópu, það aðra svona regluverk sem þú þarfst að uppfylla í Evrópu, þannig ég þarf að klára það líka. Þú veist, fara í SPF-testing fyrir Evrópu, við var það fyrir Evrópu og þetta er resisting fyrir Evrópu. Ógislegt, þetta er alveg ógeð. En já, ég bara tók riskið að því ég var bara eitthvað, fuck it, þannig sé ég hef eiginlega engu að tapa nema bara smá pening. Já, trúa sjálfa þig. Já, 100%. Ég var bara ekki tilbúin að einhvern veginn sleppa tökunum á þessu. Ég var bara, nei, þú veist, ég ætla bara að halda áfram. Svo bara, svona 6-7 vikur seinna. Ég er komin inn í lyfju í lok marsbyrjun apríl 2005 og svo fyrir 1 ári síðan í gær þá var ég búin að klára að selja allar 4.000 sólarvarnar sem ég átti til að hlæða við 5.000 á leiðinni sem væri samt náttúrulega líka núna bara að vera búnar. Bara, geðveikt. Nokkur ógeðslega vita bara svona fyrsti dagurinn sem hún gafst þetta út. Bara fyrsti dagurinn, bara þetta er tilbúið, þetta er komið í hendurnar. Það var á Íslandi, er það ekki? Ég var á Íslandi þá. Þú varst á Íslandi, en svona fyrsti dagurinn sem að þið bara svona, it's out there. Það var bara online í Bandaríkjunum. Ok, hvar þá? Þú veist, á Amazon eða hvar? Nei, þá vorum við bara með okkar vefsíu. Já. Amazon vildi vissulega fá okkur inn í Amazon Beauty. En svo bara meikaði ekki sens að því við vorum að fara að hætta með þessu bara operations í Bandaríkjunum. Já. Og vorum við að senda mér e-mail fyrir viku, ég þarf eiginlega að svara, ég var að gleyma því. Takk fyrir að vinna á þetta. Ekki smart. Og spyrja mig aftur eitthvað, er eitthvað plani að koma aftur inn á Bandaríkjamarkað eitthvað fyrir Prime Day, eitthvað. En
já, vorum bara með vefsjón okkar, það var alltaf bara, það var styrla, sko, þú veist, að því að þá hafði ég bara verið að halda kjafti yfir þessu í, þú veist, 3,5 ári, aðeins eitthvað svona hinta í stóri, eitthvað svona, að vinna í einhverju, þú veist, og fólk var eitthvað svona að reyna að gíska, en kannski hefði ekki gíska á þetta. Og bara, það var svona eiginlega eins og það veitti mér eitthvað smá svona eitthvað vörn, skilja að fólk vissi ekki, að ég var svona pínu bara eitthvað, þetta var pínu óraunverulegt, að þetta var bara einhvern veginn smá svona eitthvað leyndó og maður einhvern veginn að gera þetta smá svona eitthvað bak við tjöldin og svo fara að gefa þetta út, þá var þetta bara svona, oh my god, get ég hætt við þetta núna? Ég er svo ekki berskuldun, já, sjúklega mikil að vera bara eitthvað svona, ok, núna það bara fólk að kaupa þetta og nota þetta og já, þetta er ekki lengur bara eitthvað svona, ó, ég er að vinna í þessu, þetta er bara out there og ég er alltaf bara skalf og nötra, ég tók eitthvað vídeo þegar við hérna launchum vefsíðinni þar sem ég er bara eitthvað hérna og setti símann svona upp í hjarta á mér til þess að hérna láta, þú veist, hljóðið heyrast hvað hjarta mitt var að slá hratt og þetta bara du af því að ég sat þarna bara heimi á Gulli bestu vinkonu minni bjó ég henni þegar ég kom til Íslands alltaf og þetta var bara svakalegt en svo bara jafnaði það sig Og hvernig gekk fyrstu árin? Ógeðslega vel. Þá hérna voru við bara með frekar lítinn lagar á Íslandi. Vorum bara, þú veist, með eitthvað svona pick-up í CrossFit Reykjavík og það kláraðist bara á, þú veist, klukkutíma 1,5 með eitthvað. Geðvikt. Var það á íslensku markaði líka? Nei, eða þú veist, þá var þetta í rauninni í gegnum bandaríska félagið okkar og bandaríska reksturinn og þetta átti að vera bara eitthvað svona aðeins til þess að tísa áður en við myndum actually launcha á Íslandi sumarið 2025, það var planið. Að við ætlum ekki að launcha á Íslandi fyrir sumarið 2025. Þannig að við ætlum bara eitthvað að vera með eitthvað svona aðeins, eitthvað svona tís, örfáar, bara eitthvað svona nokkur 100 skilur, bara eitthvað, já, þið getið að sótt í CrossFit Reykjavík en ekki að bjóða upp á dropp eða neitt þannig því á bjóingin á Íslandi, skilur sem að gæti síðan. En já, svo voru við bara eitthvað, ok, actually, það er bara Ísland hefur áhuga og það er actually bara tækifæri hérna. Og ég bara double down einhvern veginn þegar að það kemur að því síðan að ég bara er að fara að flytja heim og bara hætti í Bandaríkjunum og bara fara full on hér og það var bara ok, það er greiðlega, þú veist, markar fyrir þetta hérna heima. Crazy. Það er svo skrítið að rifja þetta upp. Já. Svona furðulegt. Svona hlutir eins og sé bara svona smá móðu. Maður er bara svona býtu, ángríns. Þegar maður hugsa svona tilbaka. En það er svona alveg gaman að, þú veist, að því að þetta eru svona dagarnir sem að, þú veist, þú getur ímyndað kannski eitthvað núna bara að vinna í sínu eigin eða bara með sínu eigin hugmynd. Þá er þetta dagurinn sem maður er spenntastu fyrir. Mest stressaður en líka spenntastu. Bara dagurinn sem að þú bara berskjaldaði og bara virkar þetta. Þannig að þetta er alveg smá crazy. Þetta er crazy. Hvernig gekk þetta í Bandaríkjunum fyrsta daginn? Það gekk mjög vel. En alltaf bara það sem er erfitt við leikin í Bandaríkjunum er að þetta er svo ógeðslega stór markaður, það er svo erfitt að penetrata. Já, mettaður, já. Já, sjúklega mettaður og ógeðslega mikil samkeppni og það er svo stór einhvern veginn leikurinn online. Þú veist, það getur bara ekkert eitthvað inn í Sephora bara quiz bam boom, skilur, eða inn í Ölta eða eitthvað. Þannig að þú veist að einhvern veginn að reyna að koma inn á bara með online store og það var bara huge markaðskostnaður líka sem fylgir í. Þannig að það er svona, já. Voru það með lager út í Bandaríkjunum líka? Já, þá vorum við með hérna svona pick and pack í Bandaríkjunum. Þjónustu þar, vöruhús og packing og svo náttúrulega bara komið þetta allt heim og ég bara núna þarf ég að gera þetta og gera þetta ennþá sjálf. Já, þú bakkar ennþá inn. Já. Ég er smá nískupúki. Nei, en það er bara gott. You got the time. Já, þú veist, það má alveg deilum það. Nei, já. Hvort maður hafi tím í það, en það er svona fyrir að koma að því að ég þarf actually bara svona neyðist þess að outsourca. Já. Já, þannig að þetta er gaman. Maður er með marga hatta. Já, og þú byrjar náttúrulega bara með sólaverðuna. Hvenær kom síðan að því að Alda Essence. Já, Alda Essence er næsta var, eða ekki? Það kom út í júlí 2005. Já. Og mér líður þessu miklu lengra síðan. Já, mér líka. Ángríns, ég var bara eitthvað, er ekki svo búið að vera í ár. What? Já. Hvað er Alda Essence? Alda Essence serum er sem sagt rakaserum sem bara með 8 innihaldsefnum í, bara mjög einfalt. Allar vörurnar okkar eru ilmefnalausar.
og það eru sjávarensím og hýlónuksýra í seruminu. Sjávarensím, hvað gerir það? Sjávarensímin í rauninni melta svona skemmt prótín í húðina, þannig að þú ert með eitthvað eins og XM, rósróða, með bólur og sjávarensímin eru örverhamlandi líka. Eða þú ert með þurrkubletti eða þú ert með skemmdir í húðinu vegna UV-geislunar eða eitthvað, þá er rauninni borða sjávarensímin skemmta prótínunum hjálpa húðinu að gera við sig. Þannig að það er það sem að fólk finnur held ég líka svona fyrir og húðin verður svo svona polished. Það er svona, kallum þetta enzymatic exfoliation. Þá er þetta í rauninni ekki svona eins og salsíksýra eða glykóliksýra eða eitthvað það sem að sýran sjálfur er rauninni að éta þetta upp. Heldur eru sjávarensím lífvirk. Þannig að þau eru rauninni borða, melta, metabolæsa bara það sem er skemmt. Þið veit, þannig að það þarf ekki að eitthvað svona stilla svo hóf eitthvað með hvað þú notar þetta vikið. Þú bara getur notað þetta eins og þú vilt. Bara á það sem við dögt. Eða skemmt. Og svo er þetta bara sjúklega rakagefandi og svona næs áferðin á þessu. Það er smá svona dewy, ég hef ekki prófað þetta. Nei, ég hef ekki prófað. Alltaf á leiðinni. Speaking of, ég er með pakka fyrir ykkur. Þið er prófað. Oh my Ég sko með bæði serumið og sólarlögnina. Hættu. Í alvegni. Takk fyrir. Æi, besta. Hárfandi líka og maskan. Oh my god. Nei, vá, hvað er cute. Já, takk fyrir okkur. Mín er Ég ánægjan. svo spennt að prófa þetta. Ég líka. Djóka. Já, þið verðið að prófa serumið er the love of my life. Nei, sko, ég er búin að heyra svo ógeðslega mikið þetta. Ég líka. Nei, bara Mjög allar bara góða konur bara í hluti. ammælum og bara ég er búin að heyra þetta dóttir skin serum. Ég er búin að heyra það, ég er langar rosa að prófa, þetta verður besta sem ég hef prófað. Já, hvað gaman. Verða að Já, prófa ég held þetta. líka sko að þetta er smá svona ávanabindandi bara áferðin á þessu. Já. Ef þú prófar bara að opna þetta, þú sér bara texturið, þetta er smá svona svo snailmjúsin. Vitið þið hvað er þarna, svona snigla? Já. Já, ég hef ekki Það heldur verður smá svona Sticky. Já. en samt dreifist þetta ógeðslega vel, þú veist, þetta er ekki stíft. Þó Þetta það er sé smá sticky. sjúklega svona. Já. Með finna. Vá. Já. Oh my god. Það er svo know. silki. Já, vá. Hýlónuksýran í blöndu einhvern veginn við sjávarinn sem gerir áferðin og smá svona hún er svona Okkur hef ég ekki heyrt sjávarensím Ekki heldur. áður. Ekki heldur. Nei. Er það eitthvað svona voða eitthvað íslenskt? nýtt? Nei, þetta er búið að vera til í rauninni langan tíma og það er í rauninni sko amma, meðenda minns amma Gísla sem að hún fyrsti kvenkins prófessorinn í raunvísindadeild HÍ hvað heitir þetta? Fæðu ég man ekki hvað það heitir. Bara food science basically. Ok. Og hún var meðal þeirra sem var að skoða trypsín fyrir Coldsam, vitið hvað Já, Coldsam já, er? já. Sprayið, Já. sem að dreipur vírusa í í hálsunum. Já, þetta er sama enzím í rauninni. Ok, Vá. bara miracle dæmi eða það. Já, þessu hljómar alveg þannig. En sko. þetta er örveruhamlandi, þannig að þessin er þetta gott fyrir fólk sem er með þessu akni. Já, einmitt. Þetta er örveruhamlandi þegar þess vegna er það skilur notað í Coldsam til þess að Ég var að spyrja þú notar þetta make-up og allt bara. allt. Já. Ég ætla líka að spyrja, hvað er þetta á ensku? Sjávarensím. Marine enzymes. Já, ok, ég hef aldrei hert heldur. Já, 100% marine. En ég elskar hvað sólarörnin er líka stór. Já. Það spyrir líka allir eitthvað, er þetta andlits að líkams? Og ég viljandi segja ekki hvort þetta sé. Að ég sjálf hef verið með, þú veist, bakni, fengi bólur á bringuna og eitthvað. Og ég bara persónulega, og líka bara, þú veist, rassinn og eitthvað. Ég persónulega langar bara að geta notað það sem ég nota á líkamann í andliti líka, svona helst. Já. Þannig að, sem þetta er ekki eitthvað svona olía eða bodyljósun sem er eitthvað lykt eða eitthvað. Kaupa trent af öllu, skilur. Já, þú veist, viðkvæmur kannski eitthvað staðar eins og bringunni og viðkvæmt á bringunni. Einmitt. En hún er samt 88 millilítrar, þannig að hún kemst í handsvarangur og kemst eftir í handsvarangur. Geðveikt. Og svo er ég búin að sjá þennan maska. Er þetta maskin? Já, það er maskinn. Ég vil gera hann fyrir mig út í kóru. Lestu gera hann út í kóru? Já. Vá. Þannig að þetta er svona Made in Korea, kollagen já. maski sem verður glær á húðin eftir. Ég elska það. Það sá það með tjári og bara, vá, Já, þú þetta veist að gera til flugvél, ekki? Jú. Já. Maður verður svona diskokúla í framan að þessu, sko. Þetta love that. er geðveikt. Og hvernig finnst þið best að nota þennan? Ég nota hann á kvöldin og sifstundum með hann. Ok. Hvað má það lengi? Sko 20-30 mínútur. Afsaki.
svona 20-30 mínútur í það minnsta, myndi ég segja, en bara því lengur því betra. Ég er nefnilega að fara í 13 tíma flug, sko. Herði, já, bara mæli með, taktu 2 umferðir. Tökum 2 rounds. You got plenty of time, sko. Það er svolítið alveg svona exposure therapy dæmi, sko, að vera með maska í flugvél, eins og þegar ég voru að gera hann að vídeóum daginn, þess að þegar að saga klass. Ég hugsaði þetta, ég bara, það er allar einhvern veginn stelpur að gera þetta á samfélagsmiðlum og svo prófaði þetta í fyrst skipti þegar ég var nefnd til Suður-Ameríku. enginn að þessu greinlega. Mér fannst svo fucking vandræðilegt. Ég var bara eitthvað það halda Þín verður allavega glær. Já, við vorum ekki glær. Nei, já, þið voru með svona sheetmaska. Já, Emmitt. hann helst bara. Já. Það var bara hvítt, hvað er það? Hvað er það að gera? Já. En svo er bara fólk eitthvað. Já, þú veist, við vorum líka alveg með krullurnar og allt, þannig að það var svona Ekstra ykt. En Elskan. hvenær kom ljóma út sem er sem sagt Sko, það var alveg major við svona átt að koma út í október og svo átt að koma út í nóvember og svo fekk ég bara eitthvað hluta af sendingunum minni, bara eitthvað palletta, bara först út á við hafi ætlaði að vera með þess að buddur, hann að ritual-buddunar, það sem var svona sett af öllum vörunum okkar jólin og það rétt slapp, bara rétt fyrir hótt sko, fekk maskana til landsins svona alla 20. desember. Wow. Það var crazy, þið getur rétt my ímyndað God. ykkur. Já. rétt fyrir. En það er alveg margir sem vesla gjafir 20. The last Já. minutes. Já, ég True. elska last minute shopping. True. Ég elska það ekki. En við fengum bara eitthvað svona lítið af maskanum, Já. bara eitthvað 700-800 stykki eða eitthvað í nóvember og það seldist upp á sko 10 dögum eitthvað. Wow. Gaman. Já, og ég bara eitthvað, fuck, þetta átt að duga þá til í desember, bara hvað meiniði? Ég var að gefa þessu vöru út, það er bara not a good look að þetta sé uppselt á 10 dögum, Oh bara my eftir að grínast í God. Við mér. finnst alltaf að vera uppselt allt hjá þér. Já, og það seldist náttúrulega upp sólavörnin, þú veist að býða eftir henni. Líka serumið, Serumið líka. Já. Það seldist upp á, Það er ekki bara great. Já, Þú veist, það er ekki bara geðveikt. jú, Veist, er það ekki bara smá? Er það ekki the goal? Það er smá the end Vandamál. goal. Já. Jú, það er það. Það var þetta svona wanted. Þetta er sko. luxus vandamál, Já. eins og maður myndi segja. Já, svona smá. Það er leiðilegt að geta ekki selt ef fólk vill kaupa, Nei, ég mitt. en á sama tíma þá er þetta svona, ok, það er eitthvað annað. Já, Þú veist einmitt. ekki bara að fara að launcha ykkur vöru og það er ekki bara að kaupa hana, sem eru svona verra. En þetta fæst í Haukup, eða ekki? Já, allt þetta. Já, Er það ekki? allt. Og budduna líka sem eru með öllu. Ok, En mæli sko með, fólk er ekki að fatta hvað buddan er mikið value sko. Það eru sko full size sólavörn, full size serum, 2 svona maskar, þeir eru með, þú veist, pakkan sem er með 3 maskum í. Það eru 2 maskar í buddunni, hárband og snirtibudda á sko bara 900 krónur meira heldur en ef þið myndu kaupa, þú veist, sólavörn og serum í sér. Já. Það er bara sólavörn og serum í sér. Þannig Það að er basically essentially sko, já. fyrir 900 kallir að fá 2 maska, hárbandið og budduna. Ó, það er Geðveikt. geðveikt. Mæli með. Það er þetta mjög gott. Við þurfum að fara í Haukup og nægum Já. við þessu buddu. 100% langar í gríns. þessu buddi. Ég verð að spyrja með sólvörðuna. Já. Af því að ég er með því hérna. Þú veist, virkar þetta líka á börn? Sko, ég er svo oft spyrðað þessu. Já. Það þarf nefnilega, ég get ekki með, þú veist, bara góðri samvisku sagt, já, hérna, þetta er sólavörn fyrir börn. Nei, Og því þú þarf bara að fara í gegnum ákveðna prófanir til þess að mega markasetja vöru sem fyrir börn. En heyrt samt ókslega marga góða hluti. Þú veist, bara Ok. eins og hérna gullabesta vinkona mín, hún 2 börn sem eru bæði með svona exim-pésar. Já. Fá, þú veist, sólarexem og hérna... Já, þannig krakkið mitt, sko. Já, svona jarðabæri húð og kinnarnar Já, og hendurnar og eitthvað. Og líka bara snaróvirk, þú veist, elska að vera í sjónum og sundlauginu og eitthvað. Það sem að það er náttúrulega bara tár og eitthvað, þegar sólaverðin fer sín í augun og svíður Já. og vissan setja þetta á Já. eitthvað, þetta er eina sem hún getur notað á sín börn. Ok. Segir hún allavega og það er margir sem að nota þetta á börnin sín. En ég skil, það er eitthvað svona reglugerðir varandi, Já. það megi ekki. Markaðsetta sem Nei, já. já. Það er svona aðeins sterkar, Já. er það ekki reglugerðir þegar kemur að vörum gagnvarsböttur. gagnvart jú. Bara þarft að klára ákveðna prófuna eftir fyrir maður þinnur húð heldur við. Já. Þannig að Já. þú veist, það er auðveldra fyrir þú veist, það er svona efni að hérna annarkvort ert á húðinni eða farin í blóðrásina. Já, já. En steinefnum sólaverðnir, þú veist, þetta er steinefnum sólaverð sem að því er náttúrulega, þú veist, að steinefnin þau fara ekki svona inn í, ekki þekkt fyrir það að finnast í blóðrásinni. Já, já. Því sameindin er svo stór, hún liggur í rauninu bara ofan á húðinni. Það er bæði gott og slæmt. Þú veist, þegar slæmi partur við það er að það kemur oft whitecast að þeim. En ég reyndi svo ekki að minna mig að hún verður í rauninu alveg glær á húðinni, nema hún sért með, þú veist, dekkur húðlit. En þá bara
oft líka óslega næs að setja bronsingel, þú veist, þessu í dag þá setja ég Chilean June bronsingelið þá setja ég bara sólaverðin í hendunar bara setja ég mikið og þú veist, bara það amount sem ég þarf, 2-3 pjötareglan og setja síðan bronsingelið og þá bara svona, verður líka bara svona smá næs, sérstaklega þegar maður svona no make-up look, einmitt geðveikt, þannig að það er búið að vera brjála að gera og svo nývar að koma út í annarkvört miðjan júli eða fyrir ágúst. Ok, það segir engum. Cut that out. Fuck, ég vissi þið klipti mér. Já, við getum klippið þetta út, það er ekkert mál. Nei, gerir bara frekar eitthvað svona bíp. Ok, þið heyrðu þetta ekki. En það er spennandi. Mjög. Ég sko ætlaði ekki að gera þetta næst. Ég var með aðra og er með aðra vöru tilbúna. Ok. Og mér finnst ég vera á svona pínu svona make or break tímabili, svona annarkvort bara svona virkilega springur í dótskinn út núna með næstu vöru eða þá að pínu svona eitthvað verður bara smá svona steady en kannski ekki mikið vöxtur, ég held að sé bara mikið vegt launch upp á bara að ná að stækka almennilega og ég var bara með eitthvað svona gut feeling, ég var búin að bóka í framleiðslu og hanaumbúðir og bara allt fyrir hina vöruna og svo var ég bara eitthvað fuck, bara scratch that, bara býðu með það, ég ætla að gera hitt, veist. Ok, spennandi. Það var bara svona gött. Forvitin að vita hver hinn var. Já, ég líka. Það verður spennandi að vita. Það verður spennandi að sjá 2007. En af hverju svona langt? Sko, verður að gefa smá svona tíma á milli og líka bara tekur ógeðslega langan tíma. Og líka, þú veist, peningurinn, skilur sem að kostar að, þú veist að í snirtiveru dæminu þá ertu bara með 10.000 til 20.000 stykki sem að er bara minimum að þú setja í framleiðslu þess að því að það þarf náttúrulega bara að þrífa allt framleiðslu facilityið á milli og það þarf bara að vera svona ákveðin. Já. En svo, hvernig er það með svona að renna út? Segjum að ég bara bretti að 5.000 vörum eða eitthvað, skilur og verðst ekki ná að selja það? Rennur það bara út, rennur það út þú veist, eftir einhvern engst tíma eða bara þú opnar það? Það fyrir eftir hvað er búin að ná það sem við kallum svona stöðuleikaprófanir í langan tíma í bæði Evrópu og Bandaríkjunum það er þannig ef þú nærð 3 ára stability að þá þarfst ekki að vera með nema svona period after opening sem er hann að krukkan sem er með 6M eða 12M, 24M þá þarfst í rauninni ekki að merkja með dagsetningu eins og sóluverðin er merkt með dagsetningu það hvar? Efristannu uppi. Já, þarna. Þess vegna var ég alltaf að nota límið á fyrstu lútuna mína. Þá var ég ekki búin að ná þá var bara formúlan bara búin að vera til í, þú veist, 6 mánuði eitthvað skilji. Og þú vissir ekki hversu langt? Nei, og stability á sóluverðinum allavega er bara real time. Þannig að þú veist, það tekur bara 1 ár eða þú veist, 2 ár að vita hvort þú náir 2 ára stability. Þannig að þá er ég að panta þú veist, 5.000 sólarhörnir með 1 árs stability testing. En þú veist, svo vissi ég það náttúrulega, ég var með einhverju sólarhörnir sem voru merktar, þú veist, apríl 2026 og ef þeir eiga þær heima apríl 2026, ef þeir eru með þær heima þá er bara perfectly safe að nota þær. Já, núna veit ég að það er, þá getur til í mæ 2007. En eins og þetta stendur, þú veist, 50, expert 05/27 og eins og segir, það er líka ef ég opna hana eða? Já. Ef ég opna hana núna, byrja að nota hana núna, þá, þú veist, þú myndir nota bara mega lítið fram, skilur, þá get ég ennþá nota hana til 27. Já. Það er þetta rosalegt. Nema að það kom í ljós núna, og vita eftir svona 3 mánuði, hvort ég náði 3 ára stability og þá getur rauninni, þá er best fyrir dagsningin rauninni ekki, skiptir rauninni ekki máli. Já, og verður hún rauninni lengri og þá get ég bara sleppt í að vera með dagsetninguna. Já. Og að vera bara með þessa krukku. En hvað getur þú þá sett á krukkuna? Myndir þú þá skrifa bara 3 ár? Þá get ég sett held ég 12 mánuði. Period after opening. Ég er ekki alveg viss, ekki góð spurning. En var hann sjálf áður og opnar hann 3 ár? Já. Þess vegna er pælega, ég myndi opna þessa núna. Hún ætti samt að duga þá til 27. Það er 1 ár. Já, það er 1 ár, já. 12 mánuðir, já. Já, ég er ekki alveg viss hvort það séu sko 12 eða 24 mánuðir. Ég er nokkuð viss að séu 24. Já.
Það er góð spurning samt. Áhugavert. Þetta er, þú veist, þetta er eins og þetta er bara svona, eitthvað bara svona, maður veit ekki neitt en maður þú veist samt einhvern veginn. Þetta er það sem er erfitt. Já, einmitt. Þú veist, þess að þegar ég fór inn í lyfju, þá var ég bara eitthvað, heyrðu ég þarf að vera með límmiða núna. Þegar þá var búið uppfærast, þá voru það merktar með sko 0425. Og ég þurfti að merkja með, þú veist, 0426, þá vissi ég að það væri 2 ár frá framleiðslu. Og Livja var fyrst bara eitthvað, þetta er ekki alveg nógu flott lúk eitthvað og voru ekki búin að sjá hana og ég bara basically sögði nei við mig og ég mætti bara på skrifstofu með límiðan og sóluverðina sýndi þeim hvernig þetta liti út í persónu og var bara eitthvað, sjáu þú veist, þetta er ekki svona slæmt og þá var það eitthvað, já ok við bara pöntum á morgun og bara setjum þetta upp í verslunar og ég bara ég sett til mig eitthvað vídeo á mér á TikTok eitthvað svona, það sem áttur að setja eitthvað svona dramatíska, eitthvað svona óperutónlist undir því eitthvað að gráta eitthvað, þú veist, það sem úrst að missa það og það sem er að gerast þar, þá var Livja búin að segja nei og ég er með 4.000 sólaverðni, bara hvað meinar ég þarf hjálp við dreifingu ég er ekki að selja þetta sjálf 4.000 einingar á vefsíðunni minni bara ég þarf á Livja að halda þannig að ég var trippin, ég var öskur og grátandi sko. En bara að redda ég skilja fór daginn eftir bara með upp á skrifstofu. Vel gert. Var Livja einu sem varst búin að reyna að komast inn í? Þau höfðu sambandið mig. Þau höfðu sambandið þig, já. Þannig að þú varst búin að panta út frá því að þau voru búin að hafa samband? Nei, ok. Þetta var bara það sem að ég átti. En hafði samt séð fyrir mig bara, ok, Livja bara, ég þarf bara á þessu að halda og hefði náttúrulega reynt í kjölfarið að fara annars staðar inn. Og fer síðan í Hagkaup held ég í júlí sama ár. Júlí fyrra. Eða ágúst, maður ekki alveg. En já, þetta er svona, það er mikið veit líka að bara halda áfram að reyna samátt einhver segi nei. Já, 100%. Eða samátt að sé einhver svona einhver sem að hindranir. Já, að bara halda áfram. Já. Og standa þínu. Já, don't take no for an answer. En ég bara cried it out, grét öskur grét, mamma bara er alltaf í lagi, hvað kom upp á Livja sagði nei ég held sem bara áfram, bara þurrkaði tárun og var bara eitthvað herri, bara græði mitt í dag og ég fer upp á skrifstofu á morgun og sína þetta ég elska, ég er svo svöng þar alltaf að heyrast garnagöl og þetta heyrist það ekki í mæknum nei kíkja á tapasbar, kíkja bara á tapasbarinn þú veist á 50, getur fengið tepóseli en á 4.500 er ég með tepóseli? Já Geðveikt 4.500 kall fyrir 3 rétti. Vá, það er ekki geðveikt Já, það er ákveðst 4.500 Já, undir 5.000 kall fyrir 3 rétti sko. Það er geðveikt Hvað er í því? Eða þú veist með túnfisk og kjúkling og svo naut og steikfrítes naut og bernes ég þanga næst takk Alla 50 daga Þannig að En já, þetta er ævintýri. Þetta er algjörst ævintýri og í dag, þú veist, hvernig standa leikendur í dag? Þú ert inn í Hagkaup, þú ert inn í Livju. Hvað ertu mest, þú ert ekki að segja, ertu mest að selja in-store eða á netinu eða... Ég er mest að selja í Hagkaup. Já, þú ert mest að selja. Við vorum einmitt að tala þetta hérna, ég og kæristu minn og líka bara við stelpum, við vorum í London helgina. Já. Bara Hagkaup og bara taxi-dagarnir í Hagkaup bara the closest thing we get to Sephora 100% og já, það bara Hagkaup bara æði, það bara er einhvern veginn allir sem eru með það svolítið sem svona go-to held ég og hann líka bara svo skemmtilegt verslar Já, það er mjög þetta er bara okkar Sephora Já, ángríns Hver er uppáhalds Hagkaup snyrstaðara verslunin ykkar? Mín er Smáralind góð spurning Já, það er eitthvað Smáralind Já, ég held ég verð að segja Smáralind Kringland, sko Já, mér er Kringland reyndar líka alveg næs Fyrst svolítið þægileg Já Smáralind er svona aðeins stærri Já Það ætla að vera að grípa með Coca-Cola í kælinum skilur það lappa út til langt Já En ef ég er bara að fá snyrstjóri business þá er það Smáralindin, sko Aha Já, það er enda alveg svona þá ferður bara beint Já Einmitt, náttúrulega Mac komi líka inn í Hagkaup já, hana, þú veist, það er næst Samtalið punktur, sko, mjög góða punktur með drikkina Vist það aðeins svo langt inn í búðinni Þeir eru Já, þeir eru svolítið langt Já, það mætti vera aðeins framar Stundið líka þegar ég er á hælum
Já. Það er bara eitthvað, Það er ekki þannig í kringlunni, sko. það er ekki hann Nei, það það er lappar alveg fram hjá kössunum og það lappar fram hjá kælinum. Einmitt. Þú getur reyna ískalda 0-0, sko. Já. Satt. Já. Þannig að það er- Ískalda. Já, ískalda. Það er smakka 0-0. Nei, Hefur ekki smakað kók 0-0? Coke Zero Zero, er það að tala um svörtu? Já. Nei, ég ekki smakka hann. Hún er geðveikt góð. Er hún bara svona léttari eða? Þetta er alltaf ekkert koffin í þessu. Og þetta er Coke Zero. Og það er bara eitthvað svona bragð sem er bara... Sko Sunniva, Ég er bara háð þessu, sko. já, Sunniva er farin að finnast þetta bragðast eins og bara full Venjulegt fat coke. Já. Ég er náttúrulega full fat Coke. Ég elska full fat coke, það er bara, það er náttúrulega væntalega ekkert betra en það. En maður er svona að reyna kannski bara svona... Já, þegar maður er búin að vera frá sykur svona lengi eða eitthvað, ég veit það Já, ekki. ég held maður vennist Já, í. þá bara verður já. þetta eins og sykur og bragðið. Já. Mér finnst bara það 0-0, bara best sem ég veit. Ég vissi ekki að það væri kallað Zero Zero. Við köllum við það bara, við kannski er það ekki. Jú, það hlýtur að vera Coke þess að Zero til Zero. Coke Zero. Já. Coke Zero Calorie eða eitthvað. Nei, Coke Zero Sugar. Nei, hvað? Já, þú veist, þetta er Coke Zero sem bara engar, þú veist, Ég held að það heiti engin Coke Zero sykur en Zero. samt koffín. Já. Svo þetta er Coke Zero Zero sem er engin sykur og ekkert koffín. Þannig að þú veist, Það er svona næs með kvöldin. Já, einmitt. af því nefnir að þetta er bara nammið mitt á kvöldin. Já. Fá mér hérna Bara bara því að maður stundur bara svona, ís. en ekki fá mig kannski kók. koffín. Já. Og það er líka alveg lúmst mikið koffín í Já. bæði Pepsi Max og í Coke. Ég held Það er sem bara bara eins og eitthvað- kaffibólli, Já, eða ekki? bara 70-80 held ég. Er ekki Já. aðeins minna? Er ekki 80 eitthvað? Mér minnir að ég hafi 73 Ég þarf að googla það. milligram eða eitthvað. Já. Það er alveg slatti. Það er alveg frekar mikið, sko. Já. Hvað er aftur í einum kaffibólla? 70 cirka. Já. Já, ok, ég held að kaffi væri svona 80. Nei. Ok. Það sem Já. ég sem þúli ekki við að drekka kaffi, ég er ekki kaffi girly, ég er orkudrykkja girly. Og það er 34 milligram í Coca-Cola. Ó, bá hvað lítið. Það er miklu minna. Ó, Já. ok. Það er alveg Drekka meira 70 í kaffi. kók, takk. Vá, ok. Samt alveg 30, bara eitthvað klukkan 8. Já, Er það ekkert er- eitthvað optimal. Já, þess vegna maður fá sér 0-0 kvöld. Zero, zero, Já. Love that. En já, þetta er gaman. Já, og þetta er ógeðslega skemmtilegt. Það er ógeðslega gaman að, ég elska líka bara svona íslensk merki. Ég líka. Maður þykir bara, þú veist, það er svo fyndið, við erum svo ógeðslega fyndið þjóð. Maður er bara svona, þegar ykkur íslensku gengur vel, þá er svona eins og okkur gengur líka vel. Já. Æskilum, maður er í Já. alveg bara, já, ég er Mér svona sem ég á þetta. Mér finnst samt líka bara sérstaklega ef einhvern veginn með konur. Ég er bara svona, ég veit ekki, þegar ein vinnur að vinna með allar. Það er svolítið þannig. Og bara, jafnvel átt að sé kannski ekki eitthvað mikið kannski konur að gera sína eigin vörur. En þú veist, það er samt alltaf að aukast. Þú veist, þá er ég að tala um í snyrtivöru og húðvöru bransanum á Íslandi. Þú veist, að hinn svona stærstu merkin á Íslandi er allt kallkyns vísindamenn. Þú veist, þannig Einmitt, sé. Já. Hvað þá að vera svona ung, en þá er það bara svona, ef það er einhver einn sem að byrjar, þá eru bara fleiri sem munu bara, já, ok, þetta er actually bara Já. doable. Og ég bara hlakka til að bara sjá, þú veist, því sem meina, Chilean June komi núna líka, Mist og Kó líka, og ég bara eitthvað svona, ok, þú veist, þetta er bara færist einhvern veginn í aukana og ég er bara geð spennt. Og þetta er líka brúslega gott fyrir okkur, einhvern veginn að vera með okkar eigið stöf. 100%. Og bara íslensk nýsköpun og bara íslensk viðskiptalíf, þetta er bara óslega, þetta er holdt fyrir okkur. Já, bara klálega. Algjörlega. En þú veist, þið eru nú 3 saman sem að eigi þetta. Þú veist, en eins og þú veist, eins og þú veist að tala um þú ert að pakka og svona þannig. Hver eru svona þín daglegu hlutverk í það að vera, þú veist, einn af eigendum dótturskinn? Hvernig lítur bara dagur út hjá þér? Já, ég er náttúrulega eina, þú veist, Sigrún býr ekki á Íslandi. Þannig að ég er eina sem er, þú veist, í öllu hér frá degi til dags. Og þá bara, þú veist, ég yfirleitt byrja svona á því að svona tölvuvinnu. Bara svara e-mailum, bara gera, þú veist, auglýsingar eða, þú veist, Instagram-pósta eða eitthvað. Visslega var að, ekki ráða inn, en svona semi-ráða inn, fyrsta starfsmannin. Já. Þess að verður bara meiri samt í svona verktakavinnu að hjálpa okkur með samfélagsmiðla. Ok. Af því þetta er bara alls mikið, skilji, að vera að gera þetta allt. Er síðan að pakka, þú veist, netpöntunum, pakka síðan heildsölupöntunum og stundum er einhver annar sem að keyra þetta út fyrir mig. Er náttúrulega með lagar minn í Lampa sem að stjúpa minn á, bara mjög blest að eiga það. Það fer samt að verða aðeins of mikið til þess að geta verið þar fyrir að koma að því að ég þurfi mitt eigið vöruhús. Já. En dreifi annarkvært sjálf að fæ strákana sem eru í útkeyslu þar til þess að dreifa í, þú veist, Hagkaup og Livju og eitthvað.
og svo er þetta bara alls konar, þú veist, standa vaktina á taxidögum eða maður að fara og græja, þú veist, eitthvað dót fyrir hillunar eða, já, þú veist, þetta er einhvern veginn sagan endalausa og maður er smá bara svona að eiginlega allan daginn. Og svo er líka bara aldrei frí einhvern veginn og svo er einhvern veginn alltaf líka bara svara fólki. Og já, þú veist, og það sem er líka smá alltaf svona skrítið er að þú ert að vinna svo langt í framtíðina en svo ertu samt einhvern veginn þarft að vera hér á staðnum í dag svo bara eitthvað, þú veist, að plana þjóðatíð og hvað þú ert að fara að gera þar en það er samt líka að vera bara að plana og sjá vöruþróun sem er kannski ekki fara, þú veist, vara sem er kannski ekki fara að koma út fyrir eftir 1,5 ár þannig að þetta er svona, já, þú veist, alltaf með einn fótinn þar og svo einn fótinn hér og þetta er það er samt það sem er gaman svona heldur manni líka pínu gangandi þegar þetta er ógeðslega erfitt og maður er bara búinn á því og þreyttur þá er þetta svona, þetta er eitthvað svona þú ert með eitthvað mission sem er lengra fram í tíman þú getur lyft að hlakka til Sér þú, þú ert líka þá að sjá þessi svo markaðsmálin hvernig þú veist allt á vefsíðuna ég kann allt í einu að kóða ég er bara eitthvað, hvað er ég að gera það er rosalegt en þú veist, eins og það þú veist, það er núna eitthvað sem þú veist, takkilega sér náttúrulega lærðir ekki þú veist, hvernig hefur svona fitja áfram með, þú veist, hvað finnst þér virka í markaðssetningu? Nú spyr ég bara fólkni sko sorry ég fá mér í vöruna það sem er lóki anskotin það sem að mér finnst virka í markaðssetningu sko ég var með herindi daginn á Iceland Innovation Week á ensku by the way, það var alveg smá erfitt eitthvað svona marketing tips eitthvað og ég var í rauninni bara að tala svona því ég er náttúrulega ekki sérfræðingur í þessu en ég hef bara, þú veist, mína eigin reynslu Akkurat og það er mest svona, það skila mér mestu að vera einhvern veginn þetta sé svona founder based þú veist að það er oftast ég sem er til dæmis að til dæmis svara fólki og tala við fólk beint eða kynna vörunar beint við kunnan eins og ég hafi kaupað eitthvað og líka bara á, þú veist, netinu og það voru mínir samfélagsmiðlar og Dr. Skin, þetta er svolítið bara svona samtvinnað einhvern veginn og hjálpar ógeðslega mikið upp á svona organic reach og já, einhvern veginn að vera bara pínu svona eitthvað mannlegur held ég að svona hefur skilað ógeðslega miklu og vera bara honest vera einlægur og leiða einhvern veginn fólki líka bara að vera hluti af þessu og ég held að það hafi líka skilað ógeðslega miklu einhvern veginn að fólk sé búið að vera að fylgjast með einhvern veginn bara ferlinu mínu frá 2018, 2017, 2018 og einhvern veginn allt í henni yfir í núna þannig að svona eins og þau hafi tekið þú veist, þau voru henni bara með mér og þau eru ástæðan fyrir að ég var bara eitthvað, já, ok, kannski ætti ég að gera mínu eigin vörur að það skila sér líka bara í ákveðnu trausti þar sem að ég rauninni þá kemst upp með að eyða vinna í alls konar markaðskostnað sem að kannski önnur fyrirtæki sem er ekki svona, hvernig segir maður svona, það sem að stofnandinn sjálfur eða vísindamaðurinn sjálfur sem er að þróa vörunar er svona beint hands on já, ég held að það skilur ógeðslega miklu og ég held líka að við vanmyndum svolítið svona word of mouth og svona búið að vera mikill einhvern veginn fókus á svona stafræna markaðssetningu bara með bara síðustu, þú veist, 5 árin eitthvað, 5-7 árin og pínu svona falli í gleymsku hvað skiptir miklu máli að fólk tali vöruna líka sín á milli þú veist, vilji segja mann frá og svo hefur líka skilað eiginlega bara langmestu að vera til dæmis á gólfinu í Hagkaup að þá er ég að kynnast öðru fólki líka sem er að vinna þarna þú veist, fólkinu í Hagkaup þú veist, og þá þekkja þau eða fólki sem er að vinna í Livju og er að vinnur við það frá degi til dags að selja vörunum að þau bara þekkja mig skilur, ég þekki þau með nafni að því að ég er bara komið með pöntununa til þeirra sjálf, bara mæta þannig 9 mótana eitthvað með kassa allavega svona fyrst þá var ég að gera það, þú veist, allar pantaninnar núna svona, kannski 3. hverja að bara mæta þetta einhvern veginn sjálf og vera að tala við þau sjálf og það svona hefur skilað já, ég trúi því alveg
bara mjög miklu að vera einhvern veginn svona hands-on og bara með puttan einhvern veginn ofan í öllu Já. og ég held að fólk bara tæki eftir og kunna meta það það svona skapar bara eitthvað ákveðið traust. Nei, 100% og líka bara svona lætur mann vilja þú veist, maður verður bara svona einhverjum vinir skilju og þú vilt bara vinkuna einn vinni, fattur Einmitt. þú veist, þetta er líka bara svolítið svona Bara eitthvað svona ég held með þér. já, bara já, ég held með þér, þú veist og það er bara Líka ógeðslega fallegt. íslenskt og bara svona Og ég held líka sko að ég hef alveg oft fengið svona spurningar eitthvað svona, já þú veist, þetta er alveg vand með farið, þú veist að founderinn sjálfur sé einhvern veginn svona, þú veist, á samfélagsmiðlum og með sitt eigið dæmi og svona, þú veist, innan gæðsleppa public persona, þar sem að þú getur bara séð lífið þeirra einhvern veginn á netinu og það sé svona heavily samtvinna við brandið. Það var svona, þú veist, þetta er alveg, þú ert alveg að passa þig, skilur og núna þarf þú svona að vanda þig. Ég er svona, en af hverju samt? Já, veistu það, ég er svo sammála, ég held að þessi breytast þarna og ég held að þessi breytast með okkar kynslóð og það er bara eins og Kim sagði. Kim sagði eitthvað, mann er bara svona, það var eitthvað bara, þú sérst að reyna að verða lögfræðingur, ákveðt að posta myndir um það í bikini að vera að læra undir lögfræðiprófið. Bara eitthvað minnsta bikini sem fyrirfinnst. Hún var bara, af hverju ekki? Hverju get ég ekki verið fokkin lögfræðingur og að bikini að læra? Ég get gert bæði. Við þarf ekki að pick a lane. Þannig að, þú veist, ég er svo sammálar, ég held að við megum vera bara, og við erum bara fokkin mannleg, þú veist, maður má bara, þú veist, vera stundum að fá sér í glas og það fer í æskilur, þú veist, það er engin fokkin fullkomin, sko. Og líka ef þú treystir til þess að nálgast mistök sem þú gerir kannski persónulega sem að kæmi illa út fyrir brandið, ef þú treystir til þess að takast á við það af einhverju auðmýkt, það segja bara, herri já, ég fokka upp, ég hef ekki hægt að gera þetta og bara vera einhvern veginn auðmýkur og einlægur og þá er svo miklu erfiðar að vera einhvern veginn reiður eða einhvern veginn halda svona hold it against you ef þú ert bara, ég veit ekki, kemur bara til dyrinn eins og klæddur. Akkurat. Það, já, ég hugsa það sem, ég lifi nú það óspennandi lífi að það sé ekkert það krassandi í mínu lífi sem að gæti komið illa út fyrir brandi á einhverjum tímapunkti. Og en ef það gerist þá bara tekst ég á við það, skilur. Það er ekkert sem að hræði mig og hefur aldrei gert, sko. Nei. En þetta hefur meira verið svona eitthvað, kannski eldra fólk í bransanum sem er svona, þetta er ekki vant. Eða þú veist, þetta er ekki þekkt. Það er bara eins og Huda Beauty hefur að gera þetta. Hún er alltaf bara, þú veist, svona the founder og hún er bara andlitið og er alltaf að svara öllum gaggrínum og bara alltaf að svara og þróa andlitið, og þróa vöruna bara ef einhver kemur með eitthvað trend á býrun til þannig vöru. Mér finnst það svo geðveikt. Já, það er ógeðslega líka, elska það. Og treystir maður líka bara einhvern veginn miklu betur. Og líka bara á tímum þar sem það hefur aldrei verið jafn auðvelt að einhvern veginn gera þitt eigið þing. Þú veist, það hefur aldrei verið jafn auðvelt að bara finna framleiðanda og gera bara eitthvað og gefa það út. Og þá er það sem að skilur einhvern veginn vörumerki að frá hvert öðru, þá er það oft founderinn. Það er bara fólki sem er á bakvið þetta. Þú veist, það er ógrynni af góðum snirtivörum til, en þú vilt einhvern veginn kannski bara líka setja peningin í eitthvað svona, það sem að þú bara, ég fíla þetta passa við mig, þetta stemmir við bara einhvern veginn mig. Við erum algjörlega, þú veist, eins og með dóttir skinn, þú veist, þá veit maður að maður er að fjárfesta í vöru hjá manneski sem lagði ógeðslega mikið á sig að læra þetta og þú ert ekki bara búin að henda nafninu á eitthvað og keftir eitthvað tilbúna formúlu, maður veit að þú ert búin að sína manna og þú ert búin að segja manna og það er svona öðruvísi heldur en að þú veist, ég meina við hugsaum bara sem að stærstu merkjum í dag, þetta eru bara þú veist, merch, þetta eru bara merch, þetta eru bara við erum með rót og við erum með rare og þú veist, við fullt að þessum vörum, skiluru og þar erum við að fylgjast með founderinn með öllu sem við gera sem er geðveikt. Já, bara times are changing, skilur þú þarft ekki að vera eitthvað gaman kall í jakkafötum og baku töluskap og enginn má vita ekki á þetta. Einmitt. Það er bara over. Og líka þá bara ertu einhvern veginn í svo mikilli fjarlægð frá viðskiptavininum. Þú veist, það bara þessi nálægð einhvern veginn við viðskiptavininu er það sem að líka heldur þessu gangandi. Já, því þú getur líka verið smá svona out of touch. Já. Ef þú ert aldrei í beinum samskiptum við viðskiptavinin. Sammála. Þú veist, þá ertu bara svona, og þá kannski tekur móðgum miklu verra, eða gagnrýni miklu verra, skilur, að þú bara, eða þú veist, þú fattar ekki hvað hagkaupstarfsmaðurinn þarf að leggja á sig til að selja þína vöru, að þú gerir það aldrei, þú ert aldrei þarna. Þannig og ég held líka, sko, að það sé líka svona, maður er alltaf að tala um Excel-skjalið, þú veist, að þú
reiknar út bara hvað best að gera eins og með síðasta, þú veist, núna næsta vörulaunch, það svona myndi meika mestan sens kannski svona í Excel-skjalinu, skilur hvað svo var rétt að koma undan. En svo þegar maður einhvern veginn í svona mikill nálægð, að þá þetta líka bara, þú veist, þetta verður svo instinctual. Þegar þú ert með bara puttan einhvern veginn ofan í öllu, þú skilur allt svo ógeðslega vel, bæði bara dreifinguna, þú skilur hvað að gerast í búðunum, skilur, og þú ert sjálfur að sjá netpantaninnar, þú ert sjálfur að sjá bara nákvæmlega hvað fólk að panta, hvað fólk að segja, herri, já, hérna manneskja að kaupa í fjórðaskiptið, að þá verður þetta bara einhvern veginn og verður þetta svo miklu eðlislegra. Já, the gut knows. The gut knows, þannig að ég var bara eitthvað, veistu, ég ætla bara að treysta þessu því ég veit hvað ég er að gera út af því að ég er að þessu allan helvítis liðlangan daginn. Og það er ekki eitthvað Excel-skjal sem er endilega að fara, þú veist, einhverja tölur sem eru endilega að fara að segja nákvæmlega hvað er best að gera. Nei, ég fíla þetta mjög mikið. Ég fíla þennan persónuleika, eða þú veist, að vera svona persónuleg og... Já, ég held að þetta sé líka það sem að konur eiga sérstaklega auðvelt með. Já, það er kannski rétt. Það er svona þessi tengst. Já, nákvæmlega. Og mér langar bara, ég fæ líka bara óslega mikið út úr því. Já. Þú veist, það gerir óslega mikið fyrir mig, þetta gerir vinnun mín skemmtilega. Einmitt. Það vera bara eitthvað, hæ, heyrðu, ég sem manið þér á síðust þaksítum. Já. Alveg rétt, komin aftur í refill. Já, þú veist, það er svona, mannstu eftir mér og ég svona, já, þetta mann ég eftir. Bara, eða skilji, það er svona, þetta er gaman. Það gefur mér óslega mikið. Það getur við. Við spurðum nokkru spurninga. Ok. Herðu, þið eru líka með, Dreamlesturinn. Og hvað sett ég síma minn? Ég er með I Love Dóttir á mínum afturlistinu mínu, it's so cute. Má ég nú sjá. Fór ég hérna hjá mér. Já, við spurðum bara svona hvort það verður með einhverjar skincare spurningar. Við fáum oft á fyrirspurnir að gera eitthvað smá skincare þátt. Ok. Þannig að við erum náttúrulega ekki sérfræðingar. Nei, við bara, já. Ok, er castor oil eða ólífuolía gott fyrir andlit sem moisturizer? Guð. Do not put that on your face. Ég myndi ekki gera það. Castor oil er ekkert eðlilega þykkt, sko. Já, ég myndi frekar ef þú ert svona going for clean oils, skilur bara svona, þú bara með pjúra oljuna, vilt helst hafa þetta frá bara ná, skilji. Þá myndi ég frekar fara með, þú veist, í möndlolíu eða eitthvað. En þú veist, þá er þetta svona, þú veist, virkilega þurr. En, þú veist, ég myndi ekki setja möndlolíu framan í mig, ég hef gert það á kroppin. Já. Það er geður svona olía fyrir kroppin en ég myndi ekki setja það framan í mig. Nei. Getur það stíplað? Já, þú veist, ég myndi bara, þetta er bara svo feitt, það er bara svo margt annað sem er hægt að nota sem er svo miklu betra. Hvernig er hægt að laga damaged skin barrier? Sko, það er hægt að laga náttúrulega bara með því að leyfa á húðinni að jafna sig. Það er fólk á það til svona þegar maður er með mikið af bólum, þetta verður svona ákveðin svona kvíðadæmi, það er svona að reyna að stjórna með því að nota endalaust af einhver svona antiakni og sírum og bólukremum og eitthvað á húðina og enda með að skemma ystalagið á húðinni sem að hlutverkið á þessu ystalagi er að halda bakteríum og bara svona irritants úr loftinu og umhverfinu okkar frá húðinni og vernda, halda hlutum úti. Húðin verður oft verri ef maður er að nota of mikið, maður er að fá geist í einhver svona actives, þannig að leyfa húðina að jafna sig og nota svona barrier repair bara, þú veist, eins og aldæsins serum, það er sjávarinn sem er bara hjálpaður í rauninni að byggja upp ystalagi á húðinni og hjálpa húðina að gera við sig sjálfa. Já. Good tip. Já. Er með 5-7 skincare step routine, er það of mikið eða er less is more betra? Það er svo mikið eftir hvað það nota. Þetta er eiginlega, ég myndi samt segja að þú veist, leiðir samt líka bara 7 er alveg svolítið mikið. Er það ekki? Jú, en hafði samt líka bara gaman að þessu. Þú veist, ef þið finnst þetta er alveg smá svona hobby. Já. Þú veist, ef þið finnst þetta gaman og þú ferð eitthvað út úr því og húðinni líður vel og þér líður vel í húðinni, að ég nota 7 skref. Do it, já. Bara, for all I care, gerðu bara nákvæmlega það sem þú vilt, en svona, ef ég ætti að gefa svona mín 2 cents, þá væri þetta ok. Höldum þessu einföldu þannig að, og sérstaklega ef þú ert með reaktiv húð,
gjörn að fá bólur eða útbrot eða út svona ofnæmispési eða eitthvað, reyna að halda því einföldu þannig að þú viti líka hvað er að virka fyrir það og hvað ekki. Okay. Það verður oft svona óljóst og þú nota svona mikið hvað það er sem er að láta þér fá bólur eða hvað það er sem er að láta þér fá þurrkubletti eða eitthvað. Þannig að svona bara upp á það að gera. Er í lagi að krysta clogged pores? Bara helst ekki að krysta neitt nema bara fara til snirtifræðings og leyfa honum að ekstrakta úr húðunar. Fara í andlitsinnsinu eitthvað en bara reyna að halda puttunum úr andlitunar. En það gerist. Já, we're all human, sko. Já, ég bara, oh my god. Ég var í flugvélinni núna á leiðin til Íslands. Var ómáluð. Ljósið inn á klóstunum. Og ég er ógeðslegt. Kemur svo beint ofan á og ég sá bara allt í húðinu minni og ég byrjaði. Svo var ég bara, ég er með sko flugvélaputta. Já. Hvað er ég að pæla? Bara hvað er ég að gera? Já. En þetta verður líka svona stressdæmi. Bara reynir svo getur að bóluplástur eru góður upp á þetta líka að gera. Já, ég elska bóluplástur. Að þeir stoppa þig. Já, þú vilt halda plástunum á. Já, þú ert ekki eitthvað að pæla í þig lengur. Já, og þú ert ekki lengur eða með svona hvíta nappa, þú ert ekki að temptið að fara og fikta í húðinni. Eru krem sem eru fyrir all body and face góð sem andlitskrem? Það fyrir algjörlega eftir hvað er í því. Okay. Ég myndi ekki nota, þú veist, body lotion sem að er múkslega mikið af einhverju lykt og eitthvað framan í mig. En svo pro tip, actually. Af því að maður er svo ofta að kaupa einhverju vöru sem að virka sín ekki fyrir sig og þú bara situr eftir með heila dollu af einhverju shiti sem að virkar ekki fyrir þig upp í hillu og svo bara rennur þetta út og hendur þessu og eitthvað. Að muna að það sem þú setur andlitaðar, þú getur líka notað það líka mann, sko. Bara, þú veist, eins og sýrur og eitthvað, þú veist, ef þetta virkar ekki fyrir andlitaðar, prófa að nota á, þú veist, herðablöðin, hvað heitir þetta? Nakkan. Já, á, þú veist, axlirna það sem að maður fyrir fílapensla eða milli brjóstana það sem er fá fílapensla eða bólur eða eitthvað. Olbúana, þú veist, fyrir þurruhúð, að bara að reyna að nota vörurnar sínar og hugsa þess út fyrir boxi, þú veist, standi face, að það er hægt að nota fyrir líkamann og mögulega líka öfugt. En bara fara kannski aðeins meira varlega í það. Ok, þetta er alveg fullt af spurningum. Þú veist, ég veit ekki hvort við náum að taka allar. Hvað myndir segja, hvað verður best svona að ná þurrkublett úr andlitinu? Sko, geitin í leiknum er fucking vaselín. Jaha. Án gríns. Vaselín er bara svona læsir inni raka. Í rauninni bara blokkar svona uppgöfunina af svona rakagefandi efnum í, þú veist, öðrum vörum sem þú setur undir og líka bara úr rakanum í húðinni. Þetta er trans-epidermal water loss, bara í rauninni rakatapið frá ysta laginu á húðinni og vaselín er svona í rauninni humectant sem að í rauninni dregur úr þessum water loss. Þannig að, þú veist, vaselín er ódýrt, það er næs, ég elska Decubal líka. Fyrir ekki. Hvað heitir þetta? Síkaplast. Já. Síkaplast, þannig að B5 frá La Roche-Posay. Geðveikt. Ég elska það. Og já, bara, raki, myndi ég segja. Já. Það er ókslega margir að spyrja eitthvað Tretinóin. Já, örgulega. Það fæst ekki á Íslandi. En thoughts? Hver eru your thoughts það? Tretinóin? Það er bara geitin. Er það svona bólukrem eða eitthvað? Já, í rauninni A-vitamin aflega, þetta er í rauninni sterkari útgáfa af retinóli sem að fæst, þú veist, bara í laususúlega hér, bara sem snirtivara. Tretinóin er lyfseðilsskylt í Bandaríkjunum. Og ég er nokkuð viss það hefur allavega ekki fengist á Íslandi hingað til sem lyf, en í rauninni bara ennþá sterkara en retinól. Og þetta er bara... Það er ekki að segja að húðlætturinn minn setti mig á en fyrst húðum mig vera verri. Setti mig á þetta lyf. Er það þá kannski Degutan? Nei, það er annars spyrir Degutan. Þessi er spyrir 30. Og þá er það kannski ekki það sem ég hélt, ekki tretinóin. Kannski fæst þetta á Íslandi, en það getur líka bara verið kannski býr hún erlendis, já. En þá bara mögulega er þetta bara svona fyrstu viðbröðin svo venst húðinni svo líka að nota tretinón. Annars bara treystu húðlækninum, ég er ekki húðlæknir. Svakalega rósróði á kinnunum. Hvað getur maður gert sem að hjálpar?
Ég verð að bæja mig frá húðsjúkdómunum. Ég skil, þú segur að pass. Já. Hérna, eitthvað svona, þú veist, spyr ykkur hérna, hvað algjörst möst til að hafa góð húð hyrðu? Ég myndi segja góður hreinsir. Og sólaverð svona, já, sólaverð bara mjög mikilvæg. Bara líka fyrir textúru á húðinni. Bara svona opna svitahólur og þetta bara hjálpar húðinni einhvern veginn að halda ysta laginu bara svona sterku og já, bara sólaverðin ógeðslega góð fyrir þig og hreinsir bara þess að hreinsa alla skítin á sér. Já, þið veitir. Haldinni hreinni. Það er margir sem halda að maður þurfi ekki sólaverðin á Íslandi. Einmitt. Já, það er ekki sett. Það er góð spurning það. Skiptir máli hvort maður bursti tennurnar fyrir og eftir skincare? Veistu það? Don't overthink it, elsku ástu mín. Þetta hlýtur að vera djókspurning. Nei, þetta er umræða að það séu margir sem fá ekni í kringum munnin. Ok. Ég er búin að sjá þetta á TikTok, sko. What? Ég ætla að vera bara djók. Já, nei. Hvort þetta í alvörunni skiptir máli. Ég veit ekki með ykkur, ég er ekki að fá tannkrem eitthvað mikið út fyrir varirnar á mér þegar ég er að tannbursta mig. Nei, ekki ég heldur, en ég veit marga sem eru bara allir tannkrem. Já, það er kannski það fólk. Já. Ok, ef að það er raunin og þú tannbursta eins og villumæður, þá myndi ég gera skincare eftir á. Já. En já, þú veist, tannkremi á mér helst bara á vörunum, sko. Já. Nei, ég veit mikið út, sko. Nei. This is not a joke question, sko. Ég held að það væri bara algjörst joke. Þess að ég las hann það, ég var bara, haha, funny. Nei. What? Ok. En já, jú, kannski ertu með ánægð fyrir tannkremniðinu. Já. Ég hef alveg verið með ánægð fyrir tannkremi, sko. Já. En ég nota alltaf bara eitthvað spesk tannkrem. Já. Getur það ekki nota flúor, eða? Veit það ekki. Það er bara Colgate. Já, ok. Alltaf þau var lítil, ég getur endur alveg notað í dag. Hvað fékkstu þá bara? Eitthvað munnangur og eitthvað. Já. En það er eiginlega smá alveg upp úr mér. Ég er ekki fengið það bara á fullorðinsárunum, sko. En ég vil alltaf bara eitthvað annað tannkrem út af því. Já, bara traumatized. Já. En þú veist, en ef einhver annar er með hitt, þá er ég bara svona, já. En þá var læknirinn mér sagði, bara sumir eru með óðnami fyrir einhverju, það er eitthvað virkefni eða eitthvað, skilur. Já. Kannski er það. Kannski. Mæli með Sensodyne. Já, Sensodyne, ég hef það Sendium, yfirleitt. Já. Sensodyne líka, það er svona sensitive. Já. Það er Jordan-vörur og eitthvað svona fullt tannkrem. Já, og prófa nýtt tannkrem líka, ef þú ert að fá svona eitthvað útbreytt í munninn. Já, nákvæmlega. Já, það er gott tipp. Prófa nýtt tannkrem. Ef þú ert að bursta eins og villum bara, já. Retinol, hvenær má nota og hvenær má aldrei nota? Það er ekki hvað þú mátt aldrei setja á retinol og er það fór til sólbaða eitthvað, skilja? Já, þá ertu bara, það er ekki gott, það er ekki frábært að fá sóluna á retinol. Ég myndi almennt bara nota retinol þá á kvöldin. Já. Og bara skóla líka vel af sér á mótnana. Ég bara þú hreinsir ekki að húðina en nota hreinsi. Að bara alltaf skóla húðina á mótana. Ég gera það líka þú veist þegar ég er með bara svona anti-aknivör sem þú sé ekki retinol. Bara passa að skóla húðina vel á mótana. Nota ég vil bara þvottapóka og vatn. Aðeins og viðkvæm til að nota hreinsi á mótana líka, minnst það bara eitthvað smá overkill. En já, retinól á kvöldin. Það má alveg nota retinól á sumrin, sko. Það eru mjög margir sem hafi ekki heyrt um svona cycling. Svona retinól cycling. Nei. Það sem að fólk er eitthvað ekki að nota retinól á sumrin og er bara að nota á veturnar eða eitthvað og er sína að taka eitthvað svona cycles. Þetta er bara... Mjög margir taka þetta í kúrum. Já, það er svona... Notar þú það bara alltaf? Já. Mér finnst ég ekkert eitthvað... Nei. Bara ekki fara með út í sóluna. Það er mjög suboptimal. Þú sett með mjög stabílt retinól sem er bara... erfitt að segja til nema þú veist, efnafræðingurinn sjálfur og skiljir nákvæmlega hvernig retinól er formuleitað. Já. Einmitt. Það er svona my 2 cents. Já. Það var bara góð sens. Já. Svona síðasta, að því við byrjum þá að tala bara 3 skingur hérna. Þið hefur fundið fyrir því bara svona, þú veist, þegar þú ert einmitt bara í einhverju tengslum með að reka fyrirtæki, þú veist, að því þú ert kona og þú ert sæt kona, skilurðu, og gellu kona, hefur fundið fyrir það svona að þeir kannski ekki tekið, ég veit ekki, þú veist, hefur fundið fyrir eitthvað svona, já? Fann mest fyrir því svona þegar ég var í náminu og meira svona í akademíunni. Ok.
en já, sem maður finnur alveg fyrir því að fólk hefur kannski vanmetið mann en það kannski liðin saga núna því að maður með eitthvað svona þetta Physical, já. þú veist, og bara it speaks for itself og fólk svona farið að vita núna þú veist að þú svona gerir sér grein fyrir að ég veit hvað ég að gera en já, og svona kannski meira fólk að vanmeta mann en það líka bara, það fucking powerful sko Já. Án gríns, það bara já, og það líka að bæði hvati þú veist, to prove them wrong en líka bara, það bara gott og vanmeti mig og býst ekki við því hvað ég að fara að gera Einmitt. það bara, I will surprise the fuck out of you það var bara flott og býst ekki við því skilur bara, og þá líka bara einhvern veginn síast bara út fólkið sem fólk sem ég vill ekki vinna með eða umgangast það bara, it takes care of itself þú veist, þá eru þau bara farin og bara fólk sem bara opið og til í að bara opið fólk já, sem og þá eru þau í rauninu bara þau sem eru eftir og það bara flott það er bara geðveikt eins og við viljum og það í alvörunni geðveikur kraftur í því að fólk vanmeta mann eða búist ekki við því að maður geti gert ákveðna hluti já, ég það er trúi bara flott og mátt þú bara halda það og ég mynd þá bara að koma þér óvart það er gaman við það sko það satisfying og sko þið, eins og ég sagði í TikTokinu mínu daginn, þið eru í alvörinu bara prime example of it bara ángríns þátturinn sem þú gerðir með Jóu þar sem samstarf eða var það sem þið eru að fara að kúa emmitt, þá var þetta svona flott, bara ég ætla bara svona kapitalæsa á því að fólk gerir ráð fyrir að maður sé dumb blonde eða skiljið, nákvæmlega og bara tappa það bara inn í það og make some money off it why not það er bara flott þú veist alltaf betur sjálfur sko og fólki í kringu, það er eins sem skiptir máli eins sem skiptir máli og líka bara þú veist þú þekkir sjálfa þig og bara það er ógeðslega líka valuable að vita hvað maður er góður í og hvað ekki að síðan bara nýta það og vinna með styrkleika sína eins og maður getur 100% og svo taka veikleika sína og nýta það sem eitthvað svona annarkvort outsourca það eða nota það sem bara eitthvað svona power move, eitthvað sem þú nota síðan innan gæslaffa gegn fólki nákvæmlega algjörlega áruðferð, þá erum við líka með pakka fyrir þig það má heldur ekki gleymast þú fyrir smá tepustösku fyrir hvað er í þessu happy hydrate bleika of course það eru geggjaði brúsar þeir eru svo næs ég á svona brúsar nema hann er með öðru lit og notar hún slá mikið þú ert með kassa kreatínu herði, ég elska kreatín elska kreatín, það er mjög mikilvægt að taka kreatín það er svo gott fyrir heilan sko ángríns, maður er aðeins meira fókust sko og tepur stærra bara svona gæla algjör I love it, þetta ferðir ógst okkar bleiku ferðir vel já, bleiku ferðir ógstlega vel I love it Jesus Christ, I love this sko, ég samt með eitthvað svona komplexa með hausinn á mér finnst ég mér svo stóran hausi, ég geng aldrei með einn svona höfuðföt nei, mér finnst ég ángurins ógstlega flott takk, þetta er því þið bjökuðum já, kannski það er kannski, ég en ég elska líka, það er ekkert betra en að eiga góða taupoka nei, það er ekkert betra sjá mig í Hagkaup að versla tepuspoka minn þetta er mjög góð stærð þetta er mjög góð stærð nefnilega góð gymtaska líka já, ég bara nota því allt já, bara love that for you takk fyrir mig herðu, takk fyrir okkur og takk fyrir komuna takk best, þetta var ógeðslega gaman yay thank you